Leggjum stundin í Guðs hendur. Já, Drottinn, við erum komið hérna til þess að vera saman þitt orð og nú bið ég þig að tala til okkar það sem þú vilt segja okkur í kvöld. Amen. Þetta heitir Sigur lífs yfir dauða. Við vitum að það er alltaf sagt að dauðinn sé það einu örugga, en Biblían segir það ekki. Biblían segir lífið er það einu örugga. Það er eina sem vara. Dauðinn, segir Biblían, verður að engu gerður. Þannig að Biblían er stundum með svona hugsun sem er þvert á það sem við hugsum. Við erum alltaf að hugsa að eitt sinn skal hver deyja og það er ekki að komast á því, en Biblían segir að Jesús kom til þess að við skildum lifa og dauðinn verður gerður að engu. En Jesús, byrjum á einu atriði. Jesús gat ekki sagt neitt uppátt það að hann væri Kristur. Hann vissi hvað hefði gerst í Betlehem þegar að öll sveinbörn voru drepin, bara því að konungur hafði frétt það að Kristur væri að fæðast í Betlehem. Og það kostaði fjöldamorð á börnum, á drengjum 2 ára og yngri í borginni. Ef að Jesús hefði sagt opinberlega ég er Kristur, þá hefði fólk flýtt sig hann, tekið til vopna, Rómverjar hefðu komið og ráðist gegn fólkinu, það hefði verið algjört blóðfall og bara hryllingur. Svo Jesús gaf aldrei út þá yfirlýsingu að hann væri Kristur þegar hann var að fara og kenna jafnvel þó hann væri það. Það var ekki fyrir hann alveg í restina, rétt áður hann var handtekinn og deyddur á krossi, sem hann gaf það ákveðið til kynna. Og hann var svo varkár, hann sagði lærisveinunum ekki einu sinni framan af að hann væri Kristur. Svo mikið var í húfi. En svo var komið að því. Jesús ákvað að opinbera lærisveinunum og segja þeim berum orðum hver hann væri. Hann væri Kristur sem var búið að spá fyrir öldum saman að myndi koma. Og hann væri það og hann ætlaði bara að segja þetta hreint út við lærisveinana. Hann hafði aldrei gert það áður. Og hann þurfti að velja stað og hann þurfti að velja stund. Hann valdi stundina og þá var bara komið að því að velja staðinn. Og við vitum að þegar fólk til dæmis að fara í forsetaframboð, það velur eitthvað flottan stað, annarkvort við Alþingishúsi eða styttu Jón Sigurðssonar á Þingvöllum eða eitthvað svona sem að þykir virðulegt og flott. Sumir gera það reyndar heima hjá sér, en menn vanda sig þegar þeir að tilkynna eitthvað svona hvaða staðinn sem þeir ákveða að vera á. Og Jesús þurfti að velja stað þar sem hann ákvað að kunngjöra lærisveinunum hver hann væri. Og hann leggur að stað með lærisveinana norður upp á Gólanhæðir, það eru norðarlega í Ísrael og hluti eru í Sýrlandi. Og þeir lögðu staðið þetta ferðalag, þeir eru komin upp á Gólanhæðir, komin þeir að fjalli sem heitir Hermónfjall, til staðar sem heitir Caesarea Philippi. Og nú ætlum ég að lesa fyrir ykkur hvað gerðist þar. Þegar Jesús kom byggðir Caesarea Philippi, spurði hann lærisveina sína eftir í Matteus 16, hvern segja menn mannssoninn vera? Þeir svöruðu sumir Jóni skýra, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía einn af spámönnunum. Hann spyr, en þið, hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þó Jesús segði þetta ekki berum orðum við lærisveinana, þá var Pétur alveg með þetta á hreinu. Þá segir Jesús við hann, sæll ert þú Símon Jónasson, engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnunum. Og ég segir þú ert Pétur, kletturinn. Og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum.
þá lagði hann ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur. Það getur þessu, hann lagði ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur, því að Jesús vildi ekki á röngum tíma opinbera það og fá bara borgarastyrjöld og blóðsútdellingar og vopnaburð og hrylling. En hvað vitum við þennan stað, Cæsariu Fílippi? Af hverju valdi Jesús þennan stað? Hvað var á þessum stað sem kallaði á það að Jesús veldi hann af öllum stöðum til þess að opinbera lærisveinunum hver hann væri? Af hverju var hann ekki við mustur í Jerúsalem eða einhverja táknræna staði í sögunni þar sem Guð hafði opinberast forfeðrunum eða spámönnunum eða eitthvað slíkt? Og nú ætlum ég að fara nokkrum orðum Cæsariu Fílippi. Cæsarea Fílippi staðsett við rætur Hermónsfjalls, hátt upp á Gólanhæðum, og þar lækur sem einna svona rennur í Jórdaná, einna lækjónu sem mynda ána, og það var konungur að sem Heródeus Filippus sem byggði borg þarna til heiðurs Cæsari, keisaranum í Róm. Og hann kallaði hana Cæsariu Fílippi, sem var líka kallað Panías. Í dag heitir hún Banías. Það sem einkenndi Cæsariu Fílippi var siðleysi og heiðin tilbeiðsla. Þarna byggu allt kring var balstýrkun. Bal var guð áfengis, vímuefna, hömluleysis, hórdóms og eitthvað sex, drugs and rock'n'roll, það lýsir svolítið guðstýrkunni. Og þegar Bal var dýrkaður á fylliríi samkomum, þá gat allt gerst, misnotkun á börnum og hvað sem var. En í þessari borg, þar var miðstöð dýrkunar á guðinum Pan. Og þaðan nafnborgarinn dregið líka sem hitt nafnið Panais. Og menn trúi því að þessi guð Pan væri hálfur maður og hálf geit. Og það til svona myndir á honum með horn og slíkt. Hægt að googla þetta, þá sjáu þið myndir á honum svona hálfgeit og klaufir og horn og já. Akkurat. Mjög sérstakt, já. Og á klettunum fyrir ofan borgina, þar byggðu menn helgidóm og musteri fyrir Pan. Og upp á það þegar við skoðum betur textan í Biblíinu eftir, takið vel eftir þessu atriði. Að helgidómurinn og musteri fyrir hennan guð Pan var byggt á klettinum fyrir ofan borgina. Þar var guðstýrkun á kletti. Og þar voru alls konar viðurstyggðir framkvæmdar við tilbeiðslu þessara falsguða, og hugsið ykkur, áfengisbölið og vímuefnabölið nógu slæmt, sem menn fær ekki að gera trúarbrögð í kringu það og halda helgisamkomur sem á að vera bara eitthvað fínt og flott og reynda að fá alla til að taka þátt í. Og til að tæla, og það var trúað að guðinn Pan færi til heljar, til undirheimana, eða Hades. Og til þess að fá hann tilbaka, þá skal ég segja, voru menn með svona leiði til að tæla hann tilbaka, fá hann til að koma tilbaka. Og það voru alls konar hlutir stundaðir, til vændi og fleira sem átt að tæla hann tilbaka að vita því, og svo kynferðislega samskipti við geitur, af því hann var hálfur maður og hálf geit. Og þetta átti að laða hann úr undirheimunum frá hel til þess að koma aftur í mannheima. Og sem sagt, gríska orðið í Biblíunni yfir hel Hades, það þýðir ekki helvíti heldur ríki dauðra.
þar sem dauðinn ríkir. Börnum var hent lifandi inn í hellismunna sem var þarna fyrir neðan, sem fórn fyrir Pan, og þar dóu þau. Og þetta átti að friða Pan og magna uppskeruna sem hann gæfi. Þannig að þetta var algjörlega steikt, sko. Og þetta var mjög illt. Og mikill losti í kringum þetta. Og þannig að það var svona ekkert gott við þennan stað. Þarna voru miðstöðvar rómverska setulýðsins sem hersat Júdeu, eða Ísrael. Og það var ekkert sem drottinn Guð var ekki tilbeðin þarna. Þetta var miðstöð hjáguðadyrkunar, hersetu, siðspillingar og það var allt illt sem þarna var, alltaf versta sem mannkynið upp á bjóða, það var þarna. Það var bara myrkrið eins svart eins og það gerist á þessum tíma í þeim þekkta heimi sem þá var. Þetta var bara svartasti, myrkasti staður sem til. Já, þarna ákvað Jesús að tilkynna að hann væri Kristur. Já. Og við komum að því á eftir af hverju það var. Og það sem meira var að þarna við hellismunnan, musterið það sem að dýrkaði var byggt á kletti. En hellismunni sem var fyrir neðan, þar trúðu menn að væri leiðin niður að hel. Og hlið heljar væru þarna fyrir innan. Og þess vegna voru börnin fórnfærð þar, þeim trúði að þarna væri hlið heljar. Og það eru 2 orð þarna sem við þurfum að skoða upp á biblíutextan. Það var kletturinn sem að musteri balstyrkuna var byggt á og hellirinn sem lá að hliðum heljar. Og nú skulum við skoða nánar Matteus 16. Og nú skulum við skoða svona, bara stoppa við nokkur orð í textanum. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippí, spurði hann lærisveina, hvern segja menn mannssonin vera? Þeir svöruðu sumir Jóhannes skýrar, aðrir Elía, en aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr, hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Og Kristur þýðir hinn smurði og hebresku Messías. Þetta er alltaf sama. Smurði, Kristur, Messías. Þetta er bara mismunandi orð sama hlutin. Og þá sagði Jesús við hann, sæll ertu Símon Jónasson, engi maður hefur opinberað þetta, heldur faðir minn á himnum. Og ég segi þér, þú ert Pétur, og takk eftir þessu orði, Pétur þýðir klettur. Á hebresku Kefas, sem þýðir líka klettur. Og á þessum kletti muni byggja kirkju mína. Og af hverju var hann að tala, þannig hafa þeir kannski staðið á klettinum, þar sem musteri Pans var, því það var byggt á kletti, og Jesús segir, musteri Pans, það er byggt hér á kletti, en ég mun byggja á öðrum kletti, sem er þessi játning Péturs, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þessari játningu mun ég byggja kirkju mína. Og það er kletturinn sem að kirkja mín verður reist á, segir Jesús. Og svo segir hann meira, að þessum kletti mun ég byggja kirkju þína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Í frumtextanum stendur, og hlið heljar verða ekki kirkjunni yfirsterkari. Í ensku biblíunni er þetta þýtt svona, and I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Og þetta, það er þannig að 1981 ákváðu menn að þýða
þessi vers svona í biblíunni á íslensku og töldu sig vera að túlka versin og gera þau svona skiljanleg, en í rauninni þá misti þessi þýðing marks vegna þess að ef við förum í sko hvernig stríð voru að háða þessum tíma, þá byggðum við borgir og í borgirnar voru með múra og þegar innrásarher kom að borginni þá vildu leita veikasta blettinum og það voru hliðin. Því það þurfti að vera hlið á borgarmúrunum til að opna og menn geti farið út og inn. Og þá hafið ekki séð svona, já, öndla búið að setja ykkur út, en í sem sagt svona myndum, bíómyndu þar sem er verið að sýna hernaði í gamla daga, þá voru menn oft með trjátrumbarinn að brjóta upp hliðin eða finna einhver leið til að eyðileggja hliðin, til að geta komist inn í borgina. Og Jesú er að segja, myrkrið, Satan og djöfullinn er ekki árásaraðilinn. Kirkjan er árásaraðilinn. Hel er ríki dauðra og það er kirkjan sem er byggð á þessum kletti að þú er Kristur sonur hins lifanda Guðs, það er hún sem ræðst á dauðan, það er lífið sem ræðst á dauðan, það er ljósið sem ræðst á myrkrið. Hefur einhver tíman einhver sér kvikna á myrkur og það slekkur ljós? Það virkar ekki þannig. Ljósið rýmir burt myrkrinu, lífið ryður burt dauðanum. Og Jesú er að segja, kirkjan mun ráðast á ríki dauðans og ríki dauðans mun ekki standast á árás. Hliðin á hel mun ekki standast áhlaup kirkjunar. Þarna voru þeir sem voru að dýrka Pan, þeir voru að laða þennan mann, þetta sem átti að vera blanda manna og geit til að koma, en kirkjan fer að hliðum heljar og mölvar þau og lífið sigrar dauðan. Amen. Og þannig að Mér langar að segja eitt, þetta er svo rosalega mikilvægur punktur að því við erum kirkjan, við sem erum kristin og höfum tekið á móti Jesú, við erum kirkjan. já, Og þetta þýðir, þessi Guð er að segja ykkur þetta, þessi Jesús er að segja þetta í Matteus 16:18 er að við erum í sókn, við erum ekki í vörn að verjast árásu frá myrkrinu, við erum í sókn að fara á Amen. eftir myrkrinu. já, En til þess að við getum lifað í þessum sannleika og í þessum sigri og í sókn en ekki vörn, þá þurfum við að taka á móti þessi trú sem við gerum líka í hugleiðslubænum og eftir. akkurat. Og það er svo mikilvægt að átta sig á því hverju við erum. Ég heyrði einu sinni sögu um hund sem var svo lítill í sér að ef einhver öskraði á hann eða addaðist í honum, þá fór hann alveg í hnút og bara titraði og skalf af hræðslu. Og músin tísti á hundin og hann bara skalf. Þannig að Rebbi kom og sagði, þú ert stór hundur og þú ætti bara að láta í þér heyra. Svo kom músin og hundurinn sagði, voff! Og músin hrökk við og fór í burtu. Og þá kom svona sjálfstraust í hundinn og hann byrjaði að gelta á allt og alla og allir hrökkluðu stundin, þetta var stóra mikil hundur. Hann fór að sjá sig í annari mynd og þá breyttist allt í kringumstæðunum. Og Biblían kennir okkur að við eigum að sjá okkur á þann hátt sem við erum. Þannig svo hundurinn, hann að sjá sjálfa sig eins og hann var. Þessi stóri miklu hundur. Og við eigum að sjá okkur sem kirkju. Kirkja er bara hinni kristnu. Þeir, samkvæmt Biblíunni, eru þeir kirkjan. Kirkjan er ekki bygging eða neitt slíkt. Kirkjan er fólkið, samkvæmt Biblíunni. Og við erum að sjá okkur svona. Við erum að flytja lífið til dauðans og þegar við ráðumst á myrkrið og ráðumst á dauðan, þá geta hliðin ekki staðist áhlaupið. Þau óttast okkur, við hefum ekki óttast myrkur og við hefum ekki óttast dauða, við hefum ekki óttast djöfulinn eða neitt slíkt. Þetta er öfugt. Það er öfugt.
Og í Mattheus 10. kafla er þetta svona. Þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir. Leggið ekki leið ykkar til heiðinamanna og farið ekki í samvisku borg. Farið heldur til týndra sögð af Ísraels ætt. Farið og predikið, himnaríkir í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsi lík frá að rekið út í landa. Gefins að þeir fengið og gefins skulu þeir láta í té. Og svo segir hann seinna, ég sendi ykkur eins og sauði meðal úlfa. Verið þið kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Og svo talar hann þetta, sem sagt alltaf þennan veg, að við erum að sækja fram. Í Biblíunni segir að Guð muni ama á syndina og hann muni taka tilhneigingu okkar til að synda úr líf okkar. Hann segir líka að á endunum það verður síðast óvinnurinn dauðinn sjálfur að engu gerður og eftir það mun allt líf vera eilíft. Og lífið er það eina örugga samkvæmt Biblíunni, ekki dauðinn. Meira að segja dauðinn líður undir lok. En það er mikilvægt að við horfum á þetta svona að það er alveg sama en já, við skulum aðeins fara betur. Jesús valdi Sesariu Filipi af því að þá var hann kominn á staðinn þar sem myrkrið var mest, dauðinn mestur, spillingi mest, hryllingur mestur og myrkrið svartast. Og hann er að segja þar sem það er mest, það reisi ég kirkju mína. Af því að hún mun koma með líf og lífið mun sigra dauðan. Og þetta er lykilatriði. Og ef það er eitthvað í okkar lífi, eitthvað sem er svona myrkur, einhver eymd, eitthvað sem er ekki í lagi, þá hefur að biðja í Jesú nafni og segja, Drottinn, ég bara þakka þér fyrir að þú sigraði þetta. Og þakka þér fyrir að reisi mig upp úr þessu og þú kallaði mig til þess að lifa sigrandi lífi. Og ég ætla að fara til þeirra sem og einn besta leiðin til að sigra eitthvað í okkar lífi er að fara til annara og byrja að biðja fyrir þeim, byrja að hjálpa þeim út úr þeim erfiðleikum sem þeir eru í, því að þegar við gefum, þá er okkur gefið margfalt tilbaka og þá byrjar að breytast eitthvað í okkur líka. Segjum illa stríð á hendur, segja dauðanum stríð á hendur, eymdinni, þunglindin og öllu saman, kvíðanum. Því Jesús segir að þegar að við í hans nafni og biðjum og treystum honum, ráðumst á það sem er ólagi að þessu leyti, þá munu verður mótstaða. Það er múr sem stendur í vegi fyrir því að við getum fyrir okkur. Og það eru hliða múrnu sem eru lokuð. En þegar við biðjum í hans nafni og förum út til að sigra, þá standast hliðin ekki, þau brotna. Og þarna við Sesariu Filipi trúðum menn því að eitthvað staðar við í þessum helli væru hliðina hel, hliðina ríki dauðra. Og Jesús segir, fer á þennan stað þar sem hann trúði að hlið helja væri og sagði, hlið helja væri ekki kirkjunni yfirsterkari. Og það er svo mikilvægt að þessu með svona rétt hugafar. Og án þess að ég vilji gera mikið af því að gagnrýna aðra og þeir sem þýddu Biblíunu það er vel unnið verk og flott, þá hef ég aldrei getað keypt það þegar þeir ákveða að þýða einhverja túlkun sína versunum eins og er gert í nýju þýðingunni og segja að máttur heljar mun ekki á kirkjunni sigrast, því að þá blörra þeir þetta. Það eru svo menn fari jafnvel að sjá þetta þannig að myrkrið og djöfullin og dauðin sé ráðast okkur. Og það eru mjög margir sem eru þar og ég hef verið þar og ég var þar til ég áttaði mig á þessum sannleika í Mattheus 16:18
og við þurfum að vera tilbúin að kafa hún í orðið og pæla í því til þess að fá þessar opinberanir og leyfa orðinu fara inn í hjarta okkur og umbreyta því þannig að því að þegar við trúum því að við séum í sókn, að ljósið hafi sigrað myrkrið, að lífið hafi sigrað dauðan, að þá breytist allt í orkun okkar, það breytist allt í hugafarinu. Hver hefur ekki upplifað það að vera einhvern veginn stöðugt í vörn, upplifa árásir á sig, upplifa neikvæða orðræðu á sig, upplifa svik, upplifa, þú veist, og það er nákvæmlega, þetta er rótin, þetta er frumrótin, ertu í trú eða vantrú gagnvart þessu tiltekna atriði, og þess að það er þetta svo rosalega mikilvægt að því að við sem erum kristin og hefum tekið á móti Jesú, við erum sigurvegar, við erum að lifa sigrandi lífi og lifa lífi í sókn. Og þar sem að eymdin er mest í okkar lífi, sársauki mestur, þar sem að það sem er erfiðast að takast á við, þar vill Guð hefja sitt verk í lífiðinu. Þess vegna valdi Jesús Sésaru í Filipi. Ekki ykkur á flotta staði, ekki musteri í Jerúsalem, heldur akkurat þar sem allt er svartast. Þegar við segjum Guð komdu að byrja að vinna mér, þá segir Guð amen, ég ætla að reisa musteri í þínu lífi, í mínu lífi, og ég byrja það sem það svartast. Þannig að Jesú valdi hennar stað af ásettur á því. Hann ætlaði sér að auglýsa, hann væri búinn að segja dauðanum og hel, stríð og hendur, og það yrði sigur. Nú skulum við aðeins koma að öðrum reikningastað. Það þegar að voru liðin kannski 10 ár frá því Jesú dó á krossi, þá voru þessir gyðingar sem voru kristnir, þeir hafði ekki ennþá farið í skipulegt trúboð til þeirra sem ekki voru gyðingar, kallaðir heiðingjar. Þeir höfðu bara ekki gert það. Þeir fóru bara til gyðinga og töldu bara að það væri þeirra hlutverk. Jesú hafði samt sagt þeim fara til allra þjóða. Og þá gerðist það að andi Guðs, Jesús fyrir sinn anda, þurfti að hnippa í lærisveinana. Og það var sem sagt maður sem hét Kornelíus. Hann var svokallaður hundraðshöfðingi, hann réði þá yfir einhverjum 100 hermanna. Hundraðshöfðingi segir í Biblíunni í ítölsku hersveitinni. En hann trúði á Guð gyðinga og hann var trúmaður og guðrækin og heimafólk hans allt. Hann gaf gyðingum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Og svo gerist undrið. 3-leytið þá kemur engill til hans og hann verður óttasleginn. Hann sér engilinn í sýn og engillinn segir við hann: bænir þínar ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Svo kom alveg rosalega nákvæm fyrirmæli. Þú ert að fara með menn til Joppe, það borg allt annars staðar, og sækja Símon sem kallast Pétur. Og hann gistir á Símonu nokkrum sútara sem á hús við sjóinn. Og þegar engillinn var farinn þá bara kallar hann 2 heimamenn sína og guðrækin Hermann og segir þeim að gera þetta. Og ég verið að hugsa þessa sendimenn. Allavega ég fengi svona fyrirmæli frá mínum yfirmanni, heyrðu, þú ert að fara til Joppe, vera með frá sjónum og finna að það er hús hjá Símon í Sútara og hitta mann sem er þar og heitir Pétur. Já, hvernig þekkir manninn, myndi ég spyrja. Ég þekki hann ekki neitt. En hvernig veistu, hefur komið þarna? Nei. En hvernig veistu hver þessi menn eru sem við erum að hitta? Hefur séð þetta hús? Nei. Guð sagði mér það. Gegnum sýn og engil. Ef ég væri að fara í svona ferð, ég myndi vera mjög svona vandræðilegur. Ef ég set mig í spor þessara manna. En þeir fóru og ég get ekki, og Pétur, hann trúði því að það væri rangt að fara til annara heldur en gyðinga.
og var ekki alveg búinn að kaupa það. Guð hefði sagt að þetta fari til þeirra líka. Og þá sér hann sýn. Og hann sér dýr koma til jarðar á dúk sem var búið að matreiða dýr sem samkvæmt lögmálinu mátti ekki borða. Það hefur kannski verið svínakjöt og allt mögulegt. Og þá segir Guð við Símon, Pétur, þú ert að borða þetta. Og hann segir bara, nei, drottinn. Ég hef aldrei borðað vanheilaga fæðu. Og þá segir drottinn við hann, það sem ég mitt heilagt, áttu ekki með þetta vanheilagt. Það gerist í 3 skipti. Og Pétur, þegar sýninu, þetta búið þess að 3 og er horfið, þá er Pétur að velta sér fyrir sér hvað þetta táknar. Og þá allt í einu bara konu menn sem spurja eftir honum og segja honum frá sýninu sem Kornelíus fékk og biðja honum að koma með sér. Og Pétur gat ekkert annað en hlýtt. Hann átti ekki að fara inn í hús heiðingjana, samkvæmt lögmálinu, en hann gerði það samt að því Jesús hafði sagt honum það. Og svo þegar hann er komin til Kornelíusar, þá er bara húsið fullt af fólki sem bara beið eftir að Símon kæmi. Kornelíus var ekkert að efast og hugsa, kannski var ég ímynda mér það. Það liðnir einhverjir 2-3 dagar og að því að tekur tíma að fara til annarra borgar, sko. Og kannski kemur Pétur ekkert, sko. Það virtist engar svoleiðis hugsanir vera. Það var bara fullt af fólki sem beið eftirvæntingu eftir að Pétur kæmi. Og þegar að svo predikar Pétur þeim Jesú og segir þeim að gefa honum líf sitt, það er gert með því að játa Jesú sem drottinn, gangast honum á vald, segir þú ert drottinn í mér líf og ég trúi að vera þessu upp. Og þegar hann er bara að útskýra þetta fyrir þeim, þá kemur heilagur andi yfir þá. Þau fara með að setja tungum og alls konar hlutir að gerast. Og Pétur segir, þegar þeir fyrst að fengi heilagan andi svo við, hvað varnar þeim að skýrast. Svo voru þeir allir skýrðir. Og þarna byrjaði trúboð til annarra en gyðinga. Og nú er kristin trú komin alla veröldina, en það byrjaði á þessum atburði. Og á þessum stað. Og já, og þá skulum við lesa byrjunina. Það segir, maður nokkur var í Sesaríu. Guð valdi að lýsi við stofnun kirkjunar í Sesaríu Filippi og hann valdi að hefja trúboðið til allra þjóða heims hvar í Sesaríu Filippi. Það hann valdi staðinn þar sem myrkrið er svartast. Og þar sem myrkrið er svartast í okkar lífi, þar er hjálpin næst okkur. Guð byrjar ekki á því minnsta og endar því stærsta. Guð fer þar sem myrkrið er dimmast. Og þegar við breytum hugafar okkar og sjáum þetta svoleiðis, þá fyrir við að sjá Guð vinna hraðar breytingar í okkar lífi. Og þá fyrir við að hætta að óttast myrkrið. Já. Eða flýja undan því. Já. Eða forða okkur frá því. Já. Af því að við vitum að við höfum sigur og við erum sterkari. Akkurat. Af því að við höfum fengið heilagan anda frá Guði, við sem höfum tekið ákvörðun að fylgja Jesú. Og játum hann, það segir í Rómverjabréfinu, hver sem trúir í hjartanu að Jesús sé Guð og játar hann með munninum, hann bjargast. Já. Akkurat, og það er þannig að við hefum ekkert að vera hræðast illa, við hefum að storma að því og sigra það. Akkurat. Og hel eða dauðinn getur komið með ýmsum myndum. Líkaminn getur dáið, en það getur verið að deyða vináttu. Það getur verið að við séum sjálfum okkur vest og látum biturleika eitthvað stýra okkur til að taka rangar ákvarðanir fyrir líf okkar. Við getum verið föst í ofáti vímuefnum og ýmsu. Þannig að dauðinn getur tekið á sig marga myndir en ekki bara líkamlegu dauði. En Guð vill að við segjum, ég bið þig að koma og brjóta vald dauðans bak aftur hvað sem er. Taktu biturleika frá mér, taktu frá mér röngu ákvarðanir þegar ég sjálfur mig vestur, þegar stoltið er að stoppa mig og svo framvegis. Og
Þannig að þetta eitthvað sem ég vil að við munum, en nú skulum við fara í hugleiðslubænina. Amen. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta er rosalega mikilvægt orð og þegar ég fekk þessa opinberun Mattheus 16:18 að ég væri sókn en ekki vörn og ég fór að vinna með Guði til þess að umbreyta þessari trú í hjarta mínu, það breyttist allt. Það breyttist allt í hjartanu mínu, í orkunni mínu, í hugafarinu og allt í einu gat ég gengið einhvern veginn í meiri sigri og svona frjálsari og ég upplifði bara að myrkrið það, þú veist, áður hefði ég upplifað oft svona mikla árásir og að vera að sækja að mér og svona, það hvarf algjörlega og það verður aldrei komið tilbaka og ég upplifi líka miklu meira frelsi gagnvart ótta og hræðslu. Ég óttast ekki myrkrið og ég hræðist það ekki og ég óttast það ekki að fara á staði þar sem er myrkur af því að Guð hefur kennt mér það að ég í sókn, að það er ég sem ræðst á myrkrið og það flýr undan mér af því að Guð hefur gefið okkur þennan sigur og þetta vald og það er þannig að þegar að Jesús stóð á krossi þá vann hann sigur yfir öllu myrkri og hann gaf okkur þennan sigur. Hann gaf okkur valdið sem að hann hefur yfir öllu myrkri og við höfum það en eins og við höfum sagt svo oft áður að samfélag okkar við Guð byggir á trú og við þurfum að trúa þessu í hjartanu til þess að öðlast þetta. Við þurfum að trúa því að við höfum þetta vald til þess að geta iðkað þetta vald og við þurfum að trúa því í hjartanu við séum í sókn og það er þetta sem ég langar svo að gera í hugleiðslubæninu núna sem við ætlum að taka nokkra mínútur þar sem við ætlum að setja þessi versin í hjarta okkar og við ætlum að trúa því að við séum í sókn og við ætlum að trúa því að við séum í sigri og við ætlum að trúa því að við höfum fengið vald frá Guði yfir myrkri, yfir okkar kringumstæðum, yfir sjúkdómum, yfir veikindum, yfir kvíða, yfir erfiðleikum af því að það er það sem Guð hefur gefið okkur. Og ef það er eitthvað myrkur í okkar lífi, hvort sem það er veikindi, vanlíðan, erfiðleikar í nánum samböndum, það getur verið erfiðleikar með einhverjum sem er náinn okkur í fjölskyldunum, það getur verið hvað sem er, að þá ætlum við að stíga inn í það myrkur núna og leyfa ljósi Guðs að vinna vinnuna, vinna kraftaverkið, vinna lækninguna, vinna lausnina, það sem við viljum fá inn í þessa kringumstæðina, því að eins og Einar var að segja, það sem að myrkrið er svartast, þar opinberast krafti Guðs, kannski, hvað maður segja, með mestum krafti, skilur, þú veist, það sem að myrkrið er svartast, þar skín ljósið skærast og það eina sem við þurfum að gera er að koma inn í þetta myrkur með ljósið sem er Jesús Kristur. Jesús er ljósið og þá hverfur myrkrið. Þannig að það menn eitthvað aðeins að minnka ljósið, svona, svo við getum slaka betur á og þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir, hvort þú situr eða liggur og ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andan, bara leyfa þér að loka augunum þegar þú blæst frá og leyfa þér að finna hvernig þú svífur inn í þægilega himneska slökun, afslöpun og ró. Og ég ætla að leggja þessa hugleiðslu og þessa bæn í hendur þínar, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að andi lækningar, andi lausnar og andi kraftaverka er hérna yfir okkur í kvöld og verði þinn vilji en ekki okkar í Jesú nafni. Ég ætla að bjóða þér að leyfa þér að finna hvernig þú átt auðvelt með að slaka á og finna hvernig það kemur friður yfir þig og friður inn í hjartað. Og mér langar til þess að bara byrja á því að fara með litla bæn sem er kölluð frelsisbænin. Ef þú hefur ekki ennþá stigið það skref að taka á móti Jesú og endurfæðast og frelsast, þá mun það gerast núna í þessari litlu bæn. Og ég ætla að bjóða þér að endurtaka bara eftir mér. Góði Guð,
Kæri Jesús, Kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. ég trúi þér Guð, Ég trúi því að þú lifir í dag. ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Í Jesú nafni, Í Jesú nafni. stíg inn í ljósið þitt Stíg inn í ljósið þitt, og vel að lifa vel að lifa, í þínum kærleika, þínum kærleika, þínum friði, þínum friði, um alla eilíð. alla eilíð. Amen. Amen. Og mér langar til þess að biðja þig núna að ímyndaður og fari bara inn í hjartað þitt. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að þú opinbera fyrir okkur það sem hjarta okkar er. Og mér langar til þess að biðja að skoða og hlusta. Trúir því í hjartaðinu að þú sért í vörn eða sókn. Og hvað sem hún skynnar þá ætlum ég bara að bjóða þig núna að fyrirgefa því. Ég fyrirgefi þessu. Og ég tek þessa trú og afhendana til þín, Jesús. Takk fyrir að setja Mattheus 16, 18 inn í hjarta mitt núna. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa því að ég er í sókn. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa því af öllu mínu hjarta að ég hef vald yfir myrkri. Sama hvers konar myrkur það kann að vera. Ég hef vald yfir kvíða. Ég hef vald yfir veikindum og sjúkdómum. Ég hef vald yfir vanlíðan. Ég hef vald yfir kringumstæðum. Ég hef vald yfir mínum eigin hugsunum, mínum eigin tilfinningum, mínum eigin líkama. Í Jesú nafni tek ég í trú við því valdi sem að Guð hefur gefið mér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu núna að hætta að vera hrædd eða hræddur. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að hætta að óttast. Og ég lýsi því yfir með því valdi sem að sjálfur Guð almáttugur hefur fært mér að ég er ekki lengur kvíðin. Af því að hugrekki og dirfska og kjarkur og öryggi Krists býr innra með mér. Jesús sagði, hinn vondi getur ekki snert þig. Og ég ætla að biðja að taka ákvörðun frá hjartanu að trúa því að þú ert örugg, þú ert öruggur. Og þú sækir fram. Þú ert ekki að bregðast við því sem er í umhverfinu þínu. Þú ert að skapa umhverfið þitt og þú ert í sókn. Og mér langar til þess að biðja að bara leggja
hægri höndina hérna á hjartað og ég ætla að byrja að segja upphátt eftir mér. Í Jesú nafni Í Jesú nafni er ég heil, er ég heill. Í Jesú nafni Í Jesú nafni ég er heilbrigð ég er heilbrigð. eða heilbrigður. Heilbrigður. Í Jesú nafni Í Jesú nafni ég er í sókn. ég er í sókn. Í Jesú nafni Í Jesú nafni ég er sterkur. ég er sterkur. Í Jesú nafni Í Jesú nafni elska ég sjálfa mig elska ég sjálfa mig eins og ég er. eins og ég er. Ég er Ég er konungborinn konungborinn og tilheyri tilheyri konungsríki Guðs. konungsríki Guðs. Amen. Amen. Og ég ætla að byrja maður bara að leyfa þér að finna hvernig þessi sannleikur fyllir hjartað þitt og fyllir sálina þína og líkamann þinn. Og leyfa þér að finna þennan sannleika í hjartaðinu, þú þarft ekki að óttast. Það getur vel verið að þú finnir kannski fyrir ótta, að þú finnir fyrir kvíða, en það þýðir ekki að þú sért óttaslegin eða kvíðin. Það er ekki það sama að finna fyrir einhverju og vera eitthvað. Þínar tilfinningar stjórna þér ekki. Guð stjórnar. Þú stjórnar. Ekki tilfinningarnar þínar. Og mér langar til þess að bjóða þér núna að bara velja, gera eitthvað heilbrigt val fyrir sjálfa þig, hvort sem það er að velja það að lifa í ljósi Guðs, velja heilbrigði, velja meiri trú, velja gleði, til dæmis bara velja það að vera glöð eða glaður. Og mér langar til þess að bjóða þér að eiga þessa nánu stund núna með Guði, þar sem að þú ætlar að gera þetta val, taka ákvörðun að velja eitthvað heilbrigt, eitthvað fallegt, eitthvað gott inn í líf þitt. Það getur verið eitthvað eitt, það getur verið nokkri hlutir, og eiga þessa stund núna með Guði í smá stund. Síðan ætla ég að bjóða þér að eiga smá hvíldarstund í Guði, og á meðan við ætlum að hvílast í Guði, þá ætla ég að biðja fyrir hverjum og einum, og ég ætla að gera það bara í hljóði í mínu hjarta á meðan þið bara hvíli í Guði.
Og það sem ég gerir stundum þegar ég finn fyrir þreytu eða streitu eða bara mig vantar nærveru Guðs, að þá bara fer ég í stutta hugleiðslu og ég bara ímynda mér sjálfa mig og ég sé fyrir mér svona skert, bjart, skínandi ljós af því að Guð er ljósi. Ég ætla að biðja að gera það núna, ímyndaður, og sjá ég bara svona mjög skert, bjart, skínandi ljós og svo sjálfan þig. Ég ætla að biðja að ímyndaður að þú svona stýr inn í ljós Guðs og þú bara leggst í hans ljós. Og þú ímyndaður svona að ljósið það svona umvefur þig eins og hvítur bómull og í Jesú nafni kemur hvíld inn í hjartað þitt, hvíld inn í sálina þína, hvíld inn í hugsanir þínar og líkamanninn, hvíld inn í hverja einustu frumu í líkamannum. Og þú ætlar að leyfa hvíld Guðs, hvíld er kraftur sem kemur frá Guði, að vinna innan með þér núna. Á meðan að ég ætla að biðja fyrir hverjum og einum, ætla þú að gera ekkert nema hvílast. Heilarandi er hérna og ég lýsi því yfir að hann læknar þig núna í Jesú nafni. Og hann læknar fjölskylduna þína í Jesú nafni. Hjartað þitt fyllist af ljósi og heilbrigði og hreysti og krafti. Guð er að gefa þér kraft og orku og styrk sem aldrei fyrr. Hann er að lyfta þér upp úr einhverju sem hefur haldið aftur að þér, haldið þér niðri. Og þú lifir í ljósinu hans. Og í ljósi Guðs er ekkert myrkur, ekki neitt. Það er bara kærleikur, ást, friður, frelsi, gleði og tilhlökkun, von og trú. Allt þetta fallega, allt þetta góða. Og það kemur svona blessun allsnægta inn í hjartað þitt núna. Það sem að yfirflæðandi allsnægtir Guðs flæðin í hjartað þitt og bikarinn er barmafullur. Hann er að fylla bikarinn. Og þú opnar hjartað þitt fyrir allsnægtin Guð sem að flæða inn í öll sviði lífsins. Það er heilsufarslegar allsnægtir, það er fjárhagslegar allsnægtir. Það er allsnægtir þegar kemur að kærleika, það er allsnægtir þegar kemur að friði, það er allsnægtir þegar kemur að velgengni og árangri og Guð er að setja þetta allt inn í hjartað þitt núna. Því í Guðs ríkinu er miklu meira en nóg handa öllum. Og það er eitt enn sem ég ætla að gera áður en ég fæ
því til þess að koma hægt og rólega tilbaka, að það er fókusinn. Á hvað erum við að fókusa dag frá degi, og það er svo mikilvægt að þegar við upplifum ekki lífið eins og er, heldur lífið eins og við fókusum. Og ég ætla að biðja þig núna að bara byrjum að því að fyrirgefa fókusnum okkar. Í Jesú nafni þá fyrirgefi ég fókusnum mínum. Og ég ætla að afhenda fókusum minn inn í ljósið til þín, Guð, og ég þakka þér fyrir að þú læknar fókusum minn núna. Og ég vel að fókusa á þig, Jesús. Ég vel að fókusa á ljósið. Ég vel að fókusa á fegurðina. Af því að það sem við fókusum á, það stækkar og vex og dafnar í líf okkar. Og þú ert eftir að taka eftir í næstu daga hvað þú ert miklu einbeittari, miklu frjálsari, hvað þú upplifir svona bara kyrrð og þögn og frelsi, og þú ferð að upplifa árangur og þú ferð að sjá blessun allstaðar sem þú ferð, og þú ferð að upplifa allsnættirnar inn í lífinu. Og þú ferð að taka eftir hugsunum eins og ég á nóg, ég hef nóg, ég er nóg. Og þú ert eftir að finna fyrir því þegar þú vaknar á morgnana, þú ert kraftmeiri, orkumeiri, glaðari og heilbrigðari. Og fyrsta hugsunin sem poppar upp í hugann þegar þú vaknar á morgnana er Jesús. Og þakklæti, yfirflæðandi þakklæti í hjartanu einu. Amen. Amen. Takk, Jesús. Og þá máttu bara draga djúpt inn andann og leyfa þér að koma hægt og rólega tilbaka.